Yeah. Yo, I'm living in this time behind enemy lines, so I got mine, I hope ya. Velkomin upp, strákar. Takk fyrir. Við erum farið að spá í 8. umferð. Já. Og þetta verður að vera smá tímastjórnun hérna í dag. Aldrei svo vant. Við ætlum að reyna, það eru margir að kvarta að þetta séu of langir þættir. Djók, það hefur enginn sagt það. Menn eru að kvarta yfir hljóðinu eitthvað í síðasta þætti. Það byrja á því að biðjast afsökunar á því. Kenna Einar sem er hérna mættur með okkur. Gunnar, til hamingju með afmælið. Já, takk fyrir það. Innilega til hamingju, vinur. Takk hérlega. Litli strákurinn orðinn 18 ára gamall. Nei, ég er náttúrulega 20 en hérna get loksins farið og versla mér áfengi í hérna löglega. Já, þú átt 18 ára afmæli í dag. Nei, 20 Já. Myndirðu kasta öllum gjöfum frá þér ef Álftanes fengi sigur í Keflavík? Væri það besta afmælisgjöfin? Já, klárlega. 100%. Já. Er það að fara að gerast? Keflavík sterkt lið en já, ég held að við munum koma á að sækja sigur. Hefur einhvern tímann búist við tapi? Nei, hann var aldrei búist við tapi. Já, nei, ekki oft sko. Hefur einhvern tímann sagt upphátt að þú búist við tapi? Nei. Ef það væri einhvern tímann, væri það þá ekki núna? Nei. Nei? Við erum með baki uppi vegg og við erum bestir þannig held ég. Finnst þér ekki vera að krísa út á nesinu núna? Nei, titillinn vinnst ekki í nóvember. Ég þekki það alveg. Bara frá því í fyrra sko. Já. Hvað, þeir unnið titilinn í fyrra? Nei, við vorum lélegir Ég þekki það frá því í fyrra. Við vorum lélegir fyrir áramót. Besta lið landsins eftir áramót. Ég er bara búinn að spá í þessu Álftanesliði. Byrjum bara strax á Álftanesliðinu því að hérna það er svona nokkur topic sem mig langar að ræða áður en að við hendum í power rank eins og staðan í dag. Má ég segja eitt samt, þú eru ekki bestir lið landsins eftir áramót. Var það ekki Grindavík eða? Jú. Sem fóru svo í finals. Er það? Eru nú allan að mætleik held ég. Já. Já, ok, topp 2, 3. En allan að fyrir ekki með þetta. Það sem að mér finnst með Álftanes er að sko þeir verða alltaf verða að fá point guard. Þeir verða að styrkja fá þennan, þið eruð ekki Valur hérna þegar þeir unnu sko. Það liðið hefur ekki náðu neinum áorkað neitt sko, aldrei unni neitt. Þannig að það að vera eitthvað svona að bíða endalaust, ég skil þetta ekki. Á hverju sænið ekki bara leikmann? Ég meina það er verið að bíða bara eftir rétta fittinu. Við þurfum auðvitað að finna, við viljum ekki fá þrotamenn eins og Skæin er búinn að sæna í þessum Dokovic. Við erum að reyna að vanda valið. Já. Það gerir ekkert eitthvað að fara eitthvað að flýta sér í þessu eins og öðru. Ok. En hvernig leikmann er að leita að? Point guard. Ég náttúrulega get bara að tala sem stuðningsmaður en hérna... Hvað myndir þú vilja fá eins og stuðningsmaður? Hvað vilt þú fá eins og stuðningsmaður? Ég vil fá... Sko... Ég vil fá point guard sem að... kemst frá manni sinum skorar svolítið af körfum fyrir okkur. Komdu með... Ekkert endilega eitthvað... Þú veist, jú, hann verður að geta gert heldur mikið, finnst mér. Gefðu okkur eitthvað samlengingu af leikmanni sem hefur spilað í Íslandi. Hvernig gæja viltu fá? Svona... Já, Brandon Afrett. Já. Nei, hvað? Þú sagðir kemst fram hjá manninum sínum, gæinn hefur ekki... Já... Þetta er bara búin að skora flótira sko. Já, þetta er í fljótu bragði. Ég er svona... Já, eitthvað svoleiðis. Byrja þú með þitt hatur samt að Brandon Afrett? Já, Brandon Afrett, frábær leikmaður. Brandon Afrett? Ég er eiginlega sammála sko, ég myndi líka vilja ekkert svipað að hann. Sem er ekkert rosalega hittinn, ekkert rosalega snöggur, ekkert rosalega góður að koma í körnum. Herru, settu enn eitt rulluspilaran. Spólaðu tilbaka, það er ekki rosalega hittinn. Já. Er enginn bestur nýtingu deildarinnar? Það veit ég ekki, hann hittir aldrei þegar þess starf í lokin. Ég er svona set prósent. Með tölfræði. Hann er stigasti leikmaður deildarinnar. Ég er komin í þessa tölfræði sem er fyrir lengri komna. Óskar Ófeigur, Sigurður Orri, við erum í aðeins, Hörður Unnsteins, við erum ekki bara eitthvað að skoða, pluss mínus er ógeðslega há hjá honum. Það er enginn sem pluss mínus. Hvað skoðið þið? Við skoðum skotnýting og stiga skorun. Já, ég skoða tvenns konar skotnýtingu. Þetta er tvennt og þetta er tvennt í toppnum í deildinni. Hvernig getur þú sagt að hann sé ekki góður? Hann er alveg fín. Hvað myndið þið sagja? Nei, herru, ég ætla að segja hvað ég skoða fyrst. Típuskilur. Ég ég skoða hjá amerískum point guard, þá skoða ég hérna 3 stiga skot sem að menn setja þeirra skiptir máli.
síðasta korter í leiknum og ég skoða 3 stiga skot þetta er fyrir okkur sem erum með áskriftað innstátt. Daniel Mortensen er besti leikmaður deildarinnar. Alls ekki. Hann hittir eiginlega aldrei þegar að leikurinn Það skiptir máli að hittir hann. Hann hefur aldrei unnið neitt. Nei, Hvernig hefur hann þá alltaf... víst. Ha? Ekki unnið neitt, hann fór í finals. Þá hefur hann ekki unnið neitt. Þú færð ekki medalíu fyrir það, sko. Nei, það... Þetta er ekki yngri flokkar í Haukum, sko. Afsakið. Heyrðu, hann getur ekki búið til eiskot. Ég fór alltaf inn að hugsa... Hann getur ekki búið til eiskot. Mortensen. Afrætt. Jú, hann getur það víst. Jú, Nei, hann getur getur það. Það ert ekki með stigastu menn deildarinn, hann getur það Hann ekki, sko. getur það klárlega. Hann er næst stigastur af því að það er ótrúlega limited vopn í þessu liði. Hvernig þá? Og með Milka sem hefur verið stigastur í þessu deild, eða svona með þeim. Milka fær að taka 4-5 skotileik. Ég ætla ekki að ræða Njarðvík, ég rennið ekki. Við erum búin að ræða í hverjum einasta þætti. Þeir unnu síðast til hamingju með það. Milka deliveraði eins og ég spáði fyrir. Mario datt út og þá steg stóri bróðurins upp. Hérna, sko, við vorum að ræða hvernig leikmannum myndi sækja. Já. Sko, mér finnst Ég meina þið náttúrulega geti ekki fundið svona gaur sem er ekki Kani, sko. Nei, mjög erfitt, sko. Ef ég væri þeirra, væri ég að bjóða í Pablo bara, sko. Nei, ég vil hann ekki. Hann er... Er eitt mörkinu og góður. Hann var hérna á MVP-listum hjá mér í byrjun og sá hefur farið niður á við í áliti hjá mér. Akkur segir það? Ég er eiginlega sammálaðið þar, sko. Af því að mér finnst hann bara vera að rekast á halfkort varnarvegg og allt of inconsistent í 3 stiga Það skotum tekur allt of mikið af lélegum skotum sem hann og hittir gerir engan betri. Nei, David Okeke, hann hringdi í daginn. Ok, þetta er lígi, hann hringdi ekki daginn. Ringdi ekki. Það halda sér lítið Ég ætla- streitu, sant? Hvað sér Og þetta hefði þetta haldið sér til streitu. Já. Og hann sagði við mig, hún hefur aldrei liðið af dýlla. Hann fær enga þjónustu gæinn. Sko, hérna, mér finnst þeirra... Honum leið betur með úlingaflokk Hauka með sér. Nei, alls ekki. Þetta á eftir að synka, býtu bara. En sko, Ate fyrir mér, þegar hann, þú veist, Hann heitir ekki Ate, hann er ekki frá fucking Kosovo. hann er Ate, víst. Hann Hann heitir heitir Eid. Ate. Þetta er, nei. Hann heitir Ate. Og hérna, það er ástæða fyrir því að hann hefur verið á NBA roster. Og líka að hérna, mér finnst þegar að Ate keyrir á köruna, að hann kemst á köruna í hvert einasta skipti og klárar. Það er líka þegar. Hann gera það bara ekki oft, sko. Já, þú veist, ég væri bara til í að sjá hann gera þess meira því. En er hann ekki bara pointguardinn sem þú ert að tala um það? Nei. Hann gerir engan betri. Út sammála því, þetta er bara high level skorari. Já, en akkur er ekki fínt að hafa eitt svoleiðis? Það er fínt, en Þá ertu kannski það með... er alveg fínt, en það er ekki fínt þegar að þú ert ekki með leikstjórnanda. Við erum alltaf alveg með leikstjórn það, en þú veist, það væri fínt að fá inn samt. Mér finnst Dúi betri í fríróli þar sem hann fær að koma inn á bekk og Ég er taka sammála því. Já, við erum allir sammála því. Mér finnst þú hafa líka verið mjög góður á þessu tímbili, sko. Það er ekki það. Já, ég er samt bara liðinu frábær. per Þú ert se. bara með fullt af eins gaurum. Hopkins er eins, Siggi er eins, Hilmir Arnars er eins. Þetta er allt svona in-betweener, svona tvistur/þristur eða tvistur/ás, en það er enginn af þeim ás. Nei, ég meina, þess vegna erum við mögulega að leita á, sko. En, Já. þú veist, Ég segi bara, bring him in. það er samt, ég meina, það er ekki alveg hægt að hérna, panika of mikið, sko. Þú veist, Ég held að það sé að fara að vera trade í annarsinn. Seth Leday, hann er mögulega að fara upp á Flúðir í þriðdeildina. Steinar er búinn að senda þangað. Þið sendið 1 mörki í Stjörnuna og fáið Pablo Bertona í staðinn. Nei. Pablo er orðinn meðslapjessi, hann er 35 ára gamall. Hann er að koma frekar slöppu tímbili í Þýskalandi. Hvað er hann búinn að gera þessi tímbili? Akkur að hann skilja einhverja virðingu en ekki til dæmis mörki eða einhver sem er Af því að hann hefur unnið titil hérna og farið í finals hérna. Hann er samt ekki bara að geta neitt. Hann er meiddur núna. Hvað er hann búinn að geta þessi tímbili? Ekki neitt. En þú Pappi tími er viðbjóður. Já, ég held að hann muni alveg, hann er svo klókur. Hann vaknar. Já. Maður sér alveg... Hann setni lengi í gang. Hann er alveg, hann er ekki til í formi og hann er alveg í standi og hann er atvinnumæður. Það er bara... Það er líka bara aðeins og margir einspilarar með honum í liði. Já, það er líka bara ná nokkur leikjum undir beltið og komast í svona spilagýr, sko. Þetta er bara, touchið er ekki alveg 100. Ægir dripplar endalaust. Orri hefur ekki ennþá sendt boltan í vetur. Hann skýtur alltaf þegar hann fær boltan. Janis hefur ennþá ekki sendt boltan í vetur heldur. Það er alveg erfitt á að vera Pablo í þessu liði, sko. Verið manna vestur átni, ég senda ekki boltan, sko. Já, hann hefur bara eiginlega ekki verið góður. En Ægir, við sjáum það bara enn áttur að Ægir er mikilvægasta leikmann í þessu liði. Já.
Það hefur aldrei neitt mikil mótmælt því. Það mótmæli því enginn held ég. Já, ég meina, Því miður ekki hot take. Já, hann væri það ekki ef að Bertone væri svona góður. Hvað meinar þau? Jú, okkur. Ægir? Ég held ekki. Þú sagði líka einhvern veginn að hann ekki mikilvægasti leikmann í liðinu af því að Bertone er mættur og getur bara listið það. Nei, ég hef aldrei Ég meina, sagt það. þú sagði líka að Siggi Péturs væri komið skot. Já, sko. Ég hef líka aldrei sagt það. Það er allt og lítið búið að tímbilu. Nei. Þess að fara, jú, mér finnst það. Það er 1/3 búinn, sko. Já, við eigum svo eftir að sjá þetta eftir áramót. Næstu leikir hjá Álftnesingum til að ljúka þeirri umræðu. Keflavík, Stjarnan, Grindavík, Tindastóll. Hvað býstu við mörgum sigurleikjum í þessum 4? Steinar. 0. 0. 0? Nei. 1, 3. Hvað er ásættanlegt? Með liðið svo er í dag 0. Ég held við getum alveg að fara á rönnunni allavega 2-3 leiki hérna. Já, ok. Þetta er erfitt prógram. Já, þetta er alveg erfitt prógram. En hérna, þetta er ekki eitthvað sem við getum ekki leyst, held ég. Okay. Það er bara svo mikið sem er ekki að klikka í Álftanesi. Haukur bara getur ekki tengt 2 leiki fyrir sitt litla líf. Siggi er átt. Hopkins er voða stríkja. Hvað meinar Siggi er átt? Siggi P? Já. Er hann ekki átt eða? Hann er eitthvað meiddur en er það eitthvað lengi eða? Nei, ég veit ekki hvað lengi er. Hann er allan átt í bili. Já, ok. Ég veit ekkert hvernig hann kemur tilbaka. Ok. Bara hann til að kemur tilbaka er hann átt. Sammála? Já, ég held að hann væri bara eitthvað að missa 1 leik eða eitthvað. Nei, Kannski er að vera. hann er eitthvað meiddur, þetta er eitthvað aftur í læri, held ég. Þá er nú komin tími á Hugo Airport Hopkins að stíga upp. Til dæmis. Sem hann hefur ekki gert í Hann er vetur. mustur ekki. Þú hefur bara verið fínn og Keiki hefur verið fínn. Og svo Adi hefur verið eitthvað svona tölur en samt einhvern veginn er hann eitthvað skrítinn. Fattar þú? Sammála með það. Já, og mér finnst ekki bara ok að hafa verið svo skrítin eitthvað. Hann er svona... Mér finnst Keiki alveg verið solid þegar hann er bara... Já, mér finnst hann hafa verið eitthvað svo kuntulegur síðustu 2 leiki sérstaklega. Nei, ég hef ekkert gríðarlegar áhyggjur af þessu, sko, en hérna... Samt smá. Nei, þú veist, auðvitað var leikurinn á móti Val ekki góður, sko, en þar klikkuðu við líka, þú veist, ég var alveg sammála því sem Kjartan sagði í viðtalinu eftir leik, að svona holdningin á liðinu var bara skrítin, þú veist, það er bara, og það smitast út í allt. Það er áhyggjurnar, skilur Já, ég er að segja það, ég var áhyggjur því. En er ekki síðustu 3 leikir tap upp á Skaga, því ég svara með því að vera undir á móti B-liði KR í hálfleik og svo, jú, vinnið leikin bara samfærandi í seinni hálfleik. Það vantar sko Ég segi B-liði KR, erlenda í... ég segi það vantar bara, og í raun 3 núna, Vlatko var ekki kominn. Nei. Eða var hann kominn? Nei, en ég meina, já. Þetta voru Lars og Friðrik Anton, ekki... Við unnum á samt með 20, sko. Þið voru jaft í hálfleik. Kára yfir í hálfleik. Það skiptir ekki máli þessum, en þetta var alveg leikur fram á hálfleik. Grindavík, Tindastóll, þessi lið hefðu mætt og jarða þá. Grindavík var nú bara í hörkuleik við þá. Já, án Tjandri Kane Nei, og... þeir unnuð á án Shabazz og Kane. Já, þeir voru í hörkuleik samt. Ég meina, hvað með... Þá var Linnars Já, ég með veit og það það, vantaði ég helmingina veit það. Grindavík, þetta er ekki samband. En hérna, Alexa er, þú veist, bara búin að vera fín. Ég skal gefa Linnard, auðvitað. Alexa er bara einn lélasti leikmann deildarinnar. Þú getur alveg eins mætt þarna og pointað í þessum ermalangri peysuðinni, sko. Já, hann er kannski ekki einn lélasti leikmann deildarinnar, en... Hann er einn lélasti útlendingu deildarinnar. Já, auðvitað var þetta ekki fullmanna káurlið, Nefniði mér bara. Þetta er bara listi sem við ætlum að búa til núna, þið með hugsan, í augnablik. Bara svona 4-5 verstu imports í deildinni. Í dag? Já, og taktu Ármann út úr því. Ok. Mögulega taktu bara Ármann og Ía út úr því. Þetta er bara, og svo sem ekkert margir Ía til að nefna hvort þið er. Alexa, Mango, Chutney. Já. Sarko Jukic. Mögulega Julio. Mögulega Sethle Day. En þú getur allavega aldrei búið til lista sem að Alexa er ekki á. Og Julio er... Vantar einn enn. Jú. Eða þú veist. Kannski einhverju Þólasöfn. Nei. Þeir eru svo sem fínir. Það sé ekki Julio og einhver annar kemur inn í staðinn fyrir hann. Já. Sethle Day er á svo lista fyrir mér. Þú veist sem ég feist að lélugur. Hann er ekki lélugur, en hann er svona ógæslega lélugur, fattar það mig. Já. Hann bara passar ekki þetta stjórnarlið. Þetta er ekki þess að þið þurfa. Hætti að láta Sarko Jukic á hann svo sem. Ég er búinn að setja Sarko Jukic. Og Chutney. Já, báða. Chutney, já. Já, ætli þetta sé ekki nokkur eftir listi bara. Í fljótu bræði. Þannig að erum við þá ekki sammála að hann sé alltaf á honum, eða?
Alexa Jugovic. Jú, hann er á hann. Já, takk. Á fyrstur lista. Jú, hann, Með Mangutsjötni. ég veit ekki, henni bara með, einhvern veginn. Já. Það er ekki eitthvað hræðilegur en hann Þetta er, einn af 3 eða 4 atvinnumönnum liðsins ekki bara eitthvað ömurlegur. Ég meina, ef einhver er alveg ömurlegur, þá er hann bara rekinn bara eftir viku, sko. Hann er bara ömurlegt sæn. Hann er bara fínn á pappír, skilurðu, ágætis körfuboltamaður, en hann er bara hreyfir nálina nákvæmlega ekki neitt í þessu liði, skilurðu. Þú veist það, þegar við erum búið hérna til Jugo Airportist, þetta er allt körfuboltamenn. Já. Það er ekki bara einhver gæjar, þú veist, úr 3. deild á listanum, sko. Nei. Þetta er allt atvinnumenn. Er það ekki? Það er engin lengur í deildinni bara eftir að Höttur fóru niður núna og reglurnar voru hertar. Er einhver sem er svona semi-professional? Semi. Já, þú veist, er bara eitthvað að vinna í frystihúsinu upp í Borgarnesi með, Ekki sem ég veit skjú. þú veist, að max að menn séu eitthvað að þjálfa, skilurðu? Já. Það er engin útlendingur held ég í deildinni í dag. Ekki sem ég veit Já, Daniel Love, Já. hann er að, ég veit ég er að vinna hérna, Er hann að vinna eitthvað? já. Ok. Mögulega hann þá. Já, en bara eitt með KR, sko. Mér finnst hérna, finnst ykkur blandan ekki bara, var Tóti að biðja Point Guard eða ég er bara að nota hann, sko. Hann. Mér finnst hérna, Bótið. að því hann líka bara hefur verið verri á þessu tímabili en í fyrra og þeir eru með svona einhverja gauðra sem að eru svona þristur, fjarki, eitthvað og viti ekki alveg hvað þeir eru, finnst mér. Þú veist, KJ, hvað er hann? Þristur, fjarki, Já. Tóti, hvað er hann að spila þrist þegar Þorri er inn á líka? Já, eða þú veist bara væng. Linnards er fjarki líka, Já. Geturlaust 5, Latko 5. Þið er svona sama veiki og þið eru út á Álftanesi, sko. Þetta er bara þessi svona, þetta er svona NBA fyrirmynd. Bara Já, eitthvað það verður svona að gera- vera stöðulaus, fattur að vera ógeðslega Já. hávaxnir í öllum stöðum. Það er alltaf Valsfyrirmyndin. Það er þróun í NBA, ég meina. Valur samt einhvern veginn bara, Valur KR, þetta er svona lið sem hafa verið með þetta, finnst liðin. já, Kristoffer Eikóks samt, hefur alltaf verið rúllari, sko. Þú veist, Já. þú veist, Linnards er svona, getur poppað, getur shortrúlað. Ég er, þú veist, NBA fyrirmyndin, þá er ég að meina, sko, þú sért einhvern veginn. Sóknarlega séð. Já, sóknarlega séð. Vals og KR-liðin eru svona varnarlega séð. Voru þau allir svona hávaxnir og langir. Geta skipt á öllu. Það er alltaf verið pælingi þar, varnarlega. Já, en mér veist KR og Álftanes vera í þessu sóknarlega. Já, Bara svona að geta einhvern veginn, bara svona, allir gert allt. já, þú veist, og kekir náttúrulega ekki, en þú veist, hinnir eru bara einhvern veginn svona stöðulausir. Bara hávaxnir gaurar sem eru góðir í öllu. Þú veist, það er Já, bara eins og fín- Boston Celtics þegar eru meistarar, skilur. Fínir í öllu. Já, þú veist, á NBA-leveli frábærir í öllu og Hérna fínir. ég er frekar, þú veist, Linnards er samt bara frekar fínn í öllu, sko. Já, ég veit það. Hann getur tekið menn á og hann getur skotið þristum og fyrir mér er hann bara, fyrir mér er hann vannmettnasti leikmann deildarinnar, sko. Ég er eiginlega orðið sammála. KR ánans í þessum 2 leikjum, þú veist, þeir get ekki neitt Nei. Hann er Ánans. drullu góður nefnilega. Það er alveg þannig, sko. og, já, Maður sér eiginlega best núna. Ég sá það ekki svona svakalega vel í fyrra, en mér finnst þið sjá það svo vel núna því mér finnst þið svo ógæðslega lélegir og það er búið að vanta hann og sér maður bara hvað vantar ógeðslega mikið. Já. Ok, ég er sammála því, ég og... bjóða þér. Nei, Bjóður Club Med, maður bjóða í jólabjór. nei, Það er nú eitt jólabjór. ég er að fara að vinna eftir. En ammælisbarni, fáðu nú eitt jólabjór. Já, jafnvel, sko. Ég er persónulega í afvötnun eftir Varsjá og ætla ekki að fá mér jólabjór. Já. Það er réttara. Þá er best að fá sér einn Club Med. Já. Hérna, svo er ég komin með information um það að ármenningar séu búin að segja Kana. Ok. Man ekki hvað hann heitir en ég man bara hann hefur spilað í Kosovo. Og Einn af mörgum sem hafa spilað þar. það leiði mig í spurningakeppnina sem að þú ætlar að taka þátt í. Í velun er bók sem að er skrifuð um þig og heitir Gaza My Story sem er svona ferillinn þinn sem íþróttamaður. Já. Já. Hún sést á borðinu. Þú ætlar að nefna 3 Akana sem hafa spilað bæði í Kosovo og Íslandi. Bæði Kosovo og Íslandi. Já. Bara ég í þessu eða? Já, því að við sömdum þetta saman. Já. Er ekki heldur margir eða? Ég veit, þú verður að nefna 3, þá farið að eiga þessa bók. Er mega að spila í Kosovo eftir Ísland? Hraunar náði að klára spurningakeppninu síðast og Lélur í þessu. fekk bókina Rauði barónin. Sérstaklega að muna nöfn sko. Kosovo eru
Hvað er síminn minn? Jésús, ætlarðu bara ekki að nefna einn eða? Eitt er hefur spilað fyrir Matti. Einn hefur spilað fyrir mig, annar hefur verið Íslandsmeistari á Íslandi, 2 hafa verið Íslandsmeistari á Íslandi. Já. Einn var keyptur af Tindastól úr samningnum sínum í Kosovo. Ok, Þetta er búin að kafa frá þér heilan að þér. já. Hvað heitir hann aftur hérna sem fótt í Þýskaland svo, eftir það sem var í stólunum? Bess. Var Já. hann þar? Var hann í Kosovo? Ég veit það ekki. Finnst þess að komið þaðan, eða fór þangað? Nei, þeir voru í Kosovo að spila æfingamótið, það ekki, stólarnir. Þá var hann í einhverju liðið þarna. Já, getur verið. En hann var í þýskur liðið held ég, í Evrópakefni. Já. En ætlar að giska á einhvern sem að hefur actually verið bæði? eða? Ég man ekki nöfn, sko. Ok, Callaway, Já, hann fótt í fóru Kosovo. vald í penningana Já, og var svo keyptur í enn meira. Jacob Callaway. Jacob Callaway, Þetta er að þrjast upp. leikstjórnandi sem að spilaði með Haukum og heitir Jalen Moore, fór svo til Kosovo, stóð sér mjög vel, Ok, uppáhaldið þitt. flott. Það er ekki einu svona að geta einni viðbót. Nei. Larry Tómas fór til Kosovo, spilaði þær í mörg ár. Já. Herru, þú fara ekki að eiga þessa bók, þannig að, Ég get ekki mun á nöfn, sko. nei, hvað heitir börnið þín? Nei, djók. En það, hendum okkur í Power Rankið, það er fyrsta mynd Einar. Þetta er góð mynd. Þú vil ertu ungur. Hann er í ungur og nýbúinn að pakka saman einhverju liði fyrstild. Þetta er hitt Power Rank. Þetta er Power Rankið mitt, byrjum bara efst og vinnum okkur niður. Nei, byrjum efst. Grindavík bara verða að vera efstir þangað til þeir einhver nær að vinna þá. Já. Og Tindastóll er í öðru sæti, mér finnst þetta bara einhvern veginn Ekki út að þetta setja. ekkert dótt að setja. Keflavík í 3. sæti Já, sammála. og svo var ég smá vandræði meila héðan sko. Já, Mér þetta er bara mjög vel. finnst eiginlega bara Stjarnan vera í 4. sæti sko. Bara ef ég tek bara form síðustu leikja. Form síðustu leikja, þeir voru, hvað var ekki, Ármann yfir í hálfleik eða? Ég myndi hafa Val í 4. í dag. Nei. Jú. Já, sko málið er að sko Stjarnan Já, ég aftur á móti Ármanni þarna og svo unnið þeir með 30. Bara, á móti hérna, Svo á móti Njarðvík voru þeir bara þrjusugóðir sko. já, voru mjög góður á móti Njarðvík. Það eru síðustu 2 leikir Stjörnunnar Og sko. mjög góður á móti, Voru þeir mjög þrjusugóðir? góður seinni hálfleik á móti stólunum. Móti Njarðvík? Já. Já. Stjarnan voru mjög góður seinni hálfleik á móti stólum, komu 20 myndir tilbaka Já. og voru bara Og síðan þá hefur verið stígandi. einum bösser frá því að, þú veist, það var eitthvað, stólar fengu víti eða skúrið þarna. Já, Sigtryggur hann. Já. Vinnur klubbmeitin á maður. Já, hann er nefnilega, þú ert að venjast honum, sko. Já. Sko, minnst Altanes ekki verið í 5. Nei. Þú lætur þá í 7. Ég setja það í 7. Nei. Nú hvern lætur líka upp? Minn Ég setja Njarðvík upp. góður. Setur þú Njarðvík upp? Já. Eftir Mario Við meðsli? verðum að vera fælegir, sko. Já. Í 7. Ég skal hundur. Þeir sem eru að hlusta, þá er listin minn sem sagt þannig að í 4. sæti er ég með Stjörnuna, 5. Álftanes, 7. Val, 7. KR, 8. Njarðvík, svo komið IR í 9., Þór Þorláksson 10. og IA og Ármann í neðstu 2. Má ég bara segja allt, að segja rósamála með og svo þú rætt þetta bara. Já, Stæði að taka þetta lið fyrir lið. já, byrjaði bara hvað þér finnst. Mér finnst KR eiga fyrir neðan IR, Njarðvík fyrir ofan Altanes og Valur fyrir ofan öll þessi lið þarna og eiga að vera í 4. Í grófum dráttum. En hvernig, sko, rökstöddu bara þá núna líka eins, hvernig, á hverju Njarðvík sem er bara endalaust að tapa fyrir öllum eitthvað þarna uppi? Njarðvík er búið með erfasta prógramið, svo far. Okay. Ekki ská. Og þeir hafa verið í leikjum með alla. Finnst þér ekki að hafa áhrif að, Skítapan einleik. ég meina Power Rank, það hefur áhrif skilur að lykilmaður sem er með íslenskt vegabréf er Já. out for season. Já, auðvitað skiptir það Hann máli. verður ekki replaced. Nei, auðvitað skiptir það máli, en bara, Það er erfitt að ranka þá eitthvað í 4. sæti. ég sagði ekki 4. Ég sagði bara fyrir ofan Altanes. 7. Í 6. sæti, sérst. Okay. Þannig að Njarðvík nummer 6. Þeir verða ekki fyrir ofan Álftanes. Ég held að það sé alveg nokkuð ljóst. Það er mjög erfitt að bregðast við því þegar að Íslendingur meiðist út í seasonið sko. Það er það. En þú getur alltaf sænað, en það er ekki búin að haft hann bara á bekknum. Nei, hann má ekki verið hóp. En það bannaði í dag. Já. Jésus, hvað maður Þú getur ekkert verið með 7 gauðra bara eitthvað á bekk, eða hvað mennur það? Nei, á mátt bara um 4 skýrslu. Hann má ekki vera á skýrslu. Já, ok. Þá er ég veikur. En hérna, ég set spurningamarki við, sko ég held að Álftanes og Keflavík verði þarna að berjast 4. og 3. Já.
Ég veit ekki, Stjarnan gæti alveg tekið 5. Ég held að Stjarnan og Valur verið í baráttu um 5. og 7. Njarðvík að ná, já, 8. Ég er sammála því. Þetta er gríðarlegt högg að missa Maríó, sko. Já, þú veist. Líka bara því að þeir voru með þunnan hóp fyrir. Já. Nú þarf Snjólfur að spila 10 mínútur í viðbót, sko. 3-7 eru öll þessi lið þarna fyrir utan KR. Já. In my opinion. Já. Hverja látið þið, hvað finnst ykkur að ráðast fyrir mér hvernig sem er í hvaða röð sem er í Er ekki raun. bara Þórsar að fara að ná í play-offs úr því sem komið er núna? Njarðvík meittir, KR eru að svona tapa leikjum, IR tapa alltaf einhverjum fyndum leikjum inn á milli líka. Það eru bara svo margir að eiga góðan dag hjá Þór svo að þeir vinni. Já. Það má ekki einhver einn eiga oft dag og þá er þeir ekki að vinna leik sko. Mjög ólíklega. Já. Þeir þurfa alltaf að fá helst einn Íslending með sér, smá góðan leik. Þessi Emil Karel, Davíð, hann hérna Ísak Purdú, eitthvað svona þeim, þarf að eiga eitthvað tokkarlega góðan dag, pluss útlendingar. Það má eiginlega enginn af þeim vera eitthvað off. Já. En eru þeir ekki komin smá úr fallhættu með því að Akranes sprengtu sitt, dótu upp og... Þeir eru ekki komin að falla þetta, það vinna eitt leik. En mér Ja, finnst þeir- bara að þeir vera, eru ennþá í þeir eru samt fallhættu. bara búin að vera bara í overtime, úst, Já, þeir eru bara að Þeir vinna eru- eitt leik sko. ég veit það, en þeir eru samt bara að vinna á. Já, Skæin er búin að vera alltaf búin að vera svoleitt heima á móti öllum sem spila við. Þeir eru að spila heima í næstu umferð á móti IR. Það er leikur. Það verður áhugaður leikur. Já, En það er batamerki á Þór, klálega. Finnst mér, bara í framistöðum og já, hérna. mér finnst það. Og bara þessi stóri gaur sem þið fengu inn. Já, hann er alveg, þó hann hafi skrifað 20 sinni í röð í þriðalegta. Já, Þá er hann samt góður. Þú sér það að boltinn. Já, það er bolti í honum, hann er góður, hann mun alveg setja stig á töfluna. En það er hann búin að spila í ungversku deildinni, sem er Líka besta bara- skólinn í Evrópu. Já, Svo einmitt. líka fyrirlítið Þór Þólasson eftir að þeir klúðruðu sæðleilinu mínum á síðustu umferð. Með því að skora ekki eitt stig á síðustu Herriðu, 3 mínútur Guðmund leiksins. Almáttur, Í alvörunni? Rafael Lananaris, ef þú ert að horfa. Fokka þér. 2 víti til að vinna allt saman. Það voru 3 mínútur eftir og þeir eru með 82 stig og við vorum með á sæðleilinu mínum yfir 82,5. Já, Þeir skora ekki eitt stig á 3 þú mínútur. varst Í ekki alvöru? einn um það, vinnur. Já, Því líkur þreytamaður. Já. Ég yrði Það er fínn í korfu. hann er góður í korfur. Já, hann er mjög fín. Hann er hérna, Það þurfti bara að setja eitt víti að 2 samt sko. en sko, Hérna, Jacobi Ross er að, þú veist, hann er alveg að stimpla sinn, sko. já, Hann var rosalegur í seinni. Já, hann er alltaf spretti. en hann er bara fullkomin í svona lið sem er Já. með limited vopn, fattar þau? Já, já, já. Þú veist, ég veit alveg að Valur er ekki að fara að ná í Jacobi Ross típu Nei, eða eitthvað, nei. en fyrir þetta lið, ég held að það sé, þegar líður á, þá mun hann alveg vinna einhverja leiki, Já. fattar þau? Já, 100%. En, ef við ekki bara henda okkur í, henda okkur bara í, þú veist, leikina, og út frá því Endilega. ræða kannski bæði liðin og línur, og bara spá í umferðina. Já, Ef að fá kannski bara minn seðil upp, Einars, og þetta er enda Gunnar Bjartur, en það er fínt, byrjum bara honum. Ok, byrjum bara mér. Já. Sko, ég veit að þú ert ekki sammála Gunnar, en þú veist, það er Keflavík Álftanes á föstudaginn. Og það er ekki á föstudaginn. Jú. Ég held að ég og Steinar séum sammála um að við séum að taka Keflavík þar. Yes sir. Já, ég er náttúrulega Það er líka bara því að mér finnst Keflavík vera eins og Pávar ekki sagði 3. besta liðið í dag. Já, ég held að, hérna, ég held að þessi leikur, þetta verður leikur tveggja varna, low scoring held ég. Ég held að við munum enda því að hérna, Farið sláturhúsið og vinna. Já, ég held að. Ég er mjög ósámála, ég held að þetta ekki leikur það ekki verða. Mér finnst Keflavík vera mjög mikið svona andstæðan við einhverja Keflavíkur hraðalist ímynd. Algjörlega. Þeir eru bara einhverju buffaðir balkanskaga, menn vel skipulaðir að spila vörð. Mjög skipulagt lið einhvern veginn. Þetta er Já. allt, mér finnst allt mjög svona skipulagt. Já. Sem er ekta svona Daniel Guðni finnst mér og Rúnar Ingi dæmi sko. Þó að Njarðvík hafa kannski beint Mér við finnst þannig. þetta gjör ólíkt því sem að Danni var með í Grindavík, með Já, sammála. alla íslensku Hann var görna með- tjakk upp Hann var með skotum og... Ingva, Sigtrygg Já, og, Dag. og Dagkár. Með 3 sko sem Svo- að elska kastunum upp. Já. Sko. Já, og svo í bland við einhverja gjössamlega einspilara kanna, sko. Já, já. En, þú veist, Það er ekki alveg sambarlegt heldur þar sko. Nei. Keflavík er samt núna búin að bæta við hérna Mirza Bulic, hérna fimmunni og núna, þú veist, Egor er reynda búin að spila nokkra leiki. En hann tekur alveg heldur mörg skot, Já, sko. sá ofmetnasti, menn tala bara um að eins og þetta sé bara einhver besti leikmaður sem hafi komið hingað. Já, þú veist. Hann ég er veit alveg ekki- flottur, sko. Já, hann er mjög góður. En ég held að það hafi svona 7 mismunandi group chat loga hjá mér þegar hann setti 1 þryggjastega, sko. Wow, þessi Ego,
þetta er leikmaður. Bara svona, fyrir ekki, það aldrei séð bara aðeins að koma inn og hittur og opna þryggjastega sko. Hann með sömu holningu á liftuðin og Nei, ég myndi ekki segja það. Hann með sömu holningu og Siggi Péturs nema bara 40% sketa. Nei, hann er svona 100 og... Hann er vel þungur. Það er afrangak. En Hann ok, er bara ógeðslega massaður. Mirza, Búlic, við veitum ekkert hvernig hann er í rauninni. Er hann eitthvað skildur Mirza Sararilja? Það var rosalegur player. Það var skemmtileg. En ég sá allavega eitt skot frá Mirza Búlic í short corner hérna í seinasta leikum að Día. Já. Airból, þannig að sjáum til. Sjáum til með það, það er allavega ef þið tapið þessum leik, þá tapið þið öllum leikjunum fram á áramótum, það er mitt gisk. Ekki ólögulegt. Og samanlega. Þetta er leikurinn til að snúa við blaðinu. Já, þetta. Eiginlega bara svolítið ef þið tapið þessum leik, eftir Skagan og Val, Eikókslausum Val, Eikóks og Kanalausum Val, að því að, já, ég kalla að þá bara, þá það. Ég meina þá er krísa. Ía, Valur, tap fyrir Keflavík og svo bara 3 bestu lið deildarinnar þar á eftir. Fyrir mér er krísa núna sko, en ég veit að Álftanes eru komin að tala sig í þessa viku, jú, við vorum lélegir en nú eru að fara að mæta Keflavík og rýma okkur í gang. En ef þið tapa þessu líka svo, fljótar að átta sig á að við þurfum að gera eitthvað hérna. Já, svo sem, þú veist, þá hefur maður alveg áhyggjur en það er svo mikið skömm að tapa móti Keflavík en að því að við erum búin að tapa móti Ía og þú veist Val sem eru samt með 3 landsmenn og allt það. En þá held ég samt Hver eru landsmennir? Það er alveg rétt hjá hann sko, en... Kári, Búker og Kristó og jafnvel Hjálmar sko. Kristó var náttúrulega hent út úr húsi og út úr landsliðinu líka. Hjálmar var síðast... Það var ekki vegna get. Hjálmar var ekki í neinum uppbytunarhóp fyrir EM og Búker komst ekki í hóp. Við getum sagt, einn landsliðsmaður og einn frins landsliðsmaður. Búker er búin að vera eitt besti leikmaður Vals. Bara eitt besti leikmaður deildarinnar. Já. Evrópu? Já, jafnvel Evrópu. Er þið sammála mér að Stjarnan vinni Þorlákshöfn eða er þetta óþægileg stjúpid gildra hjá mér fyrir 1,35? Nei, þeir eiga að vinna. Er þetta ekki svona lið sem að þeir óþægilegt fyrir Þorlákshöfn einhvern veginn? Jú, þeir eru óþægileg. Stjarnan er bara búin að vera þannig gíra einhvern veginn að þeir verða halda áfram að vinna. Þeir eru pínu skrýtnir sko. Þeir eru skrýtnir, þess að verða að vinna. Þið voru að tala Ingvar Sigtrygg og Dagkár. Þetta er svona... Þetta eru dýrar útgáfur af þeim? Já. Þú veist, Janis gefur hann ekki, Lúka gefur hann ekki. Jú, Lúka, mér finnst Lúka hafa verið frábær hérna. Mér finnst það drullu góður en þú veist, þegar þú ert með... Mér finnst Lúka ekki gera neitt verri, mér finnst Janis vera svolítið, gera menn kannski aðeins verri ef eitthvað er. Já, en svo er, sko að mæti Þorlákshöfn, það er ekkert grín. Nei, við þekkjum það. Hús er skrítið og... Fólkið er skrítið oft. Já, fólkið er sérstakt og Lúka er svolítið þessu orri, annarkvæmt fer hann eða fer ekki. Já. Men Janis er svolítið að dribbla og svona, láta skóklukkunna vera svona 7 sekundur eftir að þá gefur hann boltana því að hann komst ekki fram manninu sínum. Já. Fattiði mig. Já, ég fattiði. Það er bara að segja eitthvað brandara konuna þennan. Mína? Já, ég ætla að sleppa þið. Já, en ég held, smá gildra samt, sko. Ég myndi ekki henda á hana leik, held ég. Nei, en Grindavík Tindastól. Og er búið að láta Díandre Kane í bann þegar við erum að taka upp hérna klukkan 5? Ég er ekki með síma minn. Nei, það var allavega, ég skal tjekka á því, gott útvarp. Eða er þetta bara peningasekt? Veit það ekki. Er þetta ekki annað bannið hans? Nei, þetta er væntanlega bann. Hann hlýtur að fá bann út af það, sko. Að þetta er annað skipti sem hann er hent út, það var átamátist, held ég. Ég var að spá með aga úrskurðarnefnd og svona gagnrýni og gegnsæi síðustu ára bara með þetta allt saman. Og regluverk og eitthvað. Nú ert þú að læra að vera lögmaður. Lögfræðingur. Ætli þeir meistarar og bara KK hlusti ekki á umræðu og gagnrýni hvað varðar störf þeirra og svona lekk og gegnsæi. Virðist ekki vera. Því ég bara svona, þeir brugðust náttúrulega við og breyttu þessum regluverkum, þú veist núna með Pablo Bertone og allt það. Þetta er eðlilega seint. Mjög seint, en þó breyttu því. Já, vissulega, það verður ekki að vera. Ég var bara eitthvað að spá með, þú veist, nú þekkjum við fullt af fólki sem að er bara svona fylgist með körfubolta daglega. Og það virðist aldrei neitt vita hvernig úrskurðarnefnd virkar. Sumir segja, eru þeir ekki að hittast á þriðjudögum í ár? Nei, þeir eru að hittast á miðvikudögum. Svo senda þeir, þú veist, á 50 dögum tilbaka. Og eitthvað svona, það veit enginn, fattaru, erum við bara heimskir eða? Er þetta ekki hádegin á 50? Ég veit það ekki. Nei. Ekki? Þetta er held ég þriðjudag. En af hverju er þetta þá ekki komið? Þetta gefið út held ég á 50 dögum.
Já. Þetta kemur á 50 mannlega, Aina KKI. Og hvernig eru svona Óskars mun alveg sjá til þess að Kane spila ekki næsta leik, Það kemur honum ekkert við, sko. Hann alveg óháður þessari nefnd. hann sendir inn skýrsluna Hann sendi væntanlega Já. óhófleg mótmæli eftir að það er búið að vísa þær út Já, en líka eftir hún er vísað út og þetta er annars skiptið á tímabili sem hún er vísað út, því það minnir mig að þessi automatist eitt leikur. en haldið að Þarf ekki Andri svona að ég reyna Kane að funda með þetta, sko. sé að forðast það að spila mútið Taivo Badmus viljandi Það geta alveg verið, þeir áttu alveg rimmur í fyrra, sko. eini gæðin sem að mér finnst bara svona hann getur dekka Stígandi Kane höfuðs. og, já, Ég er sammála, mér finnst geðið þetta að horfa því fyrra Já. og Badmus var geltandi á Kane ég er að meina það allan leikinn, Já, sko. þetta er bara, það bakka allir af þessum gaur skilur Hann er bara, Húker og Kristoffer Eikos eru svona að byrja að knúsa hann Já, mér og maður bara svona, oi Kristó, þetta var að byrja þessum rævalir, nú eru þið orðinir einhverju fellar það fyrst getið ég sá að Badmus var með eitthvað skapar þegar hann var að spila um Kane í fyrra, sko. Þeir voru bara Já. svona, sko. það eru ekki lengur mikið af svona rimmum af því að það er endalist verið að skipta um útlendinga í þessari deil, skilur og svona, en þú veist það eru Og það er allir vinir Drungilas Kristoffer Eikoks var svona Nei, Drungilas Milka. Drungilas Milka og líka Drungilas Kristó þegar hann var búin að olbúa hann Já, þrís það er búin 10 sinum, já og byrjar að mæta með hjálm í leiki Eikoks bara þess að rótast ekki, sko Já. það eru nokkrar svona Já. en Það er alltaf gaman að gefa þessu lit. já, og það er ógeðslega leiðilegt ef að við missum hann út úr þessum leik, sko Já, það er alltaf líkur að það gerist. ef hann er í banni, þetta er svona, tekur mig tilbaka í Ég held að sé átó í banni, sko. Að ég mann regluna rétt. Að þetta er annars skipti. það er bara, er ekki Tindastóll bara að fara að vinna það? Jú, þeir ætti að gera það Svo er spurning hvort það fari eitthvað lengra bann heldur en eina leik, sko. Já. Já, Grindavík með 4 stiga bekknum í senasta leik Það er ekki bara Virðist ekki skipta máli. Nei, Khalil vinnur náttúrulega bara leiki eins og ég er fyrir þér, skilur það er það sem hann gerir en hann vinnur ekki Tindastól Nei. þegar hann gerir það ekki þannig að Og ég held að þó að Kane yrði með þá myndi stólið samtvinnuna leik. Það er bara einhvern veginn. Með út sammála sælnum mínum. Já. Má, takk. Já, ég Ég var einum leik frá því síðast að vinna. Það var úr þínu menn sem klúruðu þessu fyrir mig. Já, en var finnst ykkur Grindavík vera að trendi eitthvað svona eitthvað smá taka svona smá dífi niður að því þú segir að Tindastóll myndi vinna Það er bara tilfinningin mín bara einhvern veginn. Já, Bara með stóluðin vera á þannig róli og ég held að Grindavík sé bara alveg sama þó þau tapir svona leik. já, bara Mér með finnst Grindavík. Ég held sem meira Miðað við- hungur í stólum til að vinna leik heldur í Já, Grindavík. ég er sammála því Miðað við hvað ég veit að þjálfari liðsins og fyrirliði liðsins sem er væntanlega Óli, þeir eru svona mjög mikið að svona reyna að halda þessu út í balans og svona öll viðtöl eru bara svona enginn að fara fram úr sér og svona. En málið er bara að þeir geta ekki stjórnað umræðinu og þeir geta heldur ekki stjórnað tilfinningum geðsjúklingana í liðinu sínu Nei. og aðdáanda sinna. Nei. Það er allt of mikið svona snemma á sísoninu í gangi, sko. Þeir vantar einhverja erfiðleika til að komast yfir. Eitthvað Já, svona. mögulega núna, ef að Kane fer í bann, sérstaklega eru 2 leikir, Þeir vantar eitthvað svona. Já, en ég meina að þetta var nú ekkert fallegt á móti IR þarna í lokin þegar Kane fór út, sko. það var ekki gott sko Þetta var svona ef að IR hefðu haft Já, aðeins meiri gæði, Þeir þá hefði þetta fengu, orðið algjört 50-50. þeir fengu fullt og opnu Það er skot alltaf í 20 stigum, sko. Nei, það endaði í 8 stigum held ég. endaði í hálfu stigi yfir þarna línan var mínus 7-5 og endaði 8 stiga sigri. Já, ég held það Ah. Já, Sko, Minningur að þetta komið í 20 stig allavega. trúðu mér, þetta var hálfu stigi yfir, Já, trúðu mér. Já. Það var eitt sem horfði á það, já, fór svo til útlanda. en mér fannst mér fannst ljótt hjá honum að sparka í uppáhaldsruslátinu Sölva Haralds þannig að Já. Þú veist- Það er líka skemmtilegt, svona Kane á móti Getta Húlíkans. Já, ég hef gaman í því en svo náttúrulega líka, svo var hann að klappa þarna, hann var komin inn aftur og eitthvað, Já. ég veit ekkit hvað hann fær langt bann sko, en ég held að verði 2 leikir sko. En hvað var þjálfarinn að meina þegar hann sagði að það er alltaf einn í hverjum hóp sem að fyrir aftur á bak? Ekki um mitt. Hann var eitthvað að vitni Fyrir Phil hann. Jackson ég bara átta mikið á því en þeir virðast ekki hafa neitt heimil á hann sko, Nei. finnst mér Hvað hefði gerst ef að hann hefði urðað yfir hann? Sagt að nú þarf hann að fara að haga sér og hætta að vera fáiði og... en ekki bara farið Nei, bara ekki bara svaraði hann fullum hálsir eitthvað. en Kallaði hann öllu villin öfnum bara, Já. móti, sko. white boy en Eitthvað svo liðs. Óli var í borgaralögum klæðjum með seinni í á Madír, þannig að við vitum ekki hvað er að hrjá hann sko en
Alltaf ef hann er ekki með líka þá er þetta alltaf steindautt sko. Svo kom með seðlum minn og svo ætlum við að stinga af. Næsti seðill. Eða þar næsti meira að segja. Næsti. Hanna. Þannig ertu, ég mun setja þennan seðil aftur upp þar sem að hann er rétt uppsettur, en þú komst seint og ég reddaði þessu svona. Farðu yfir leikina sem að ég var ekki með. Þú ert með... Ég er með yfir 173,5 í Keflavík Álftanes. Já. Það er að því ósammála, Gunnar, að þetta verður eitthvað low scoring. Ok, þetta verður ekki 100-100, en ég held að verður alltaf 90 eitthvað, 80 eitthvað. Og það fer líklegast yfir þetta. Ok. Því að mér finnst bara óþægilegt að taka Keflavík sigur, Álftanes sigur. Ég held að Keflavík vinni, en ég mér ekki þetta pening á það. Ok. Því mér finnst það bara að vera 50-50. En hann er í Keflavík og mér finnst það alveg líklegri, en mér finnst þetta bara betra bett. Ok. Stjarnan Þór Þorláksson, við erum búin að ræða hann, þurfum ekki að ræða hann aftur. Þetta er bara seðla booster sem við köllum þetta. Já. Ok. Svo er ég með Val á móti KR. Já. Bæði Valur pakkar alltaf í síðasta leik. Þessi svipurðar, sko. Var þetta ekki tengt bettinu eða? Nei, ég Nei, já. fikk vont bragð í munnin. Mér finnst bara KR ekkert frábærir og svo er líka bara svo óvissa með hverju eru með í hverju leik hjá KR. Linnar sem Ég held að séu allir með núna. Linnar sem það vantar Ja, Þorra, Þorvaldur Orri er náttúrulega vantar eitthvað Þorra og Orra, Hilmar. Það vantar. Allavega. ekki bara betra fyrir þá að þeir geta bara verið með eðlilegra rotation. Betri. Mér finnst KR ekki svona góður, Mr. Hafa búin að vinna alltaf marga leiki með hvað ég geta. Ég held að Valur vinna það. En þetta verður alveg, skemmtilegur leikur örugglega, sko. Líður alltaf þegar við bettum á Val eins og þið breytist bara í eitthvað lélegasta sóknarlið Evrópu. Valur Þeir breytast bara í Ármann Kvenna þegar ég horfi á þá. Valur Bara brikka upp endalausum þriggjastaskotum af driplinu, standa allir kjurrir og svo reynir Callum Lawson eitthvað að floppa 17. árið í röð á helviti skotfeikinu sínu þegar hann Það er tekur ógeðslega sjaldgæft að Valur vinni svona leiki stórt eins og gera á Álftanes. Þeir eru alltaf í close leiki með alla. Nú eru búin að bæði tapandi Grindavík með 30 eða eitthvað og svo vinna Álftanes með 20 eða eitthvað. Það er samt bara það er einhver orka þarna í KR heimilinu í vetur. Já. KR eru bara búin að vinna alla heimaleikina sko. Já, við skulum... Nei, þeir töpuðu fyrir Njarðvík síðast. Já. Og það var engin orka, þeir bara töpuðu frekar auðvitað með Álftanes líka í KR. Nei, heima, það er Álftanesi. Það er Álftanesi. Ok. Allana, svo er ég með stólun á móti Grindavík, ég held bara stólunni vinni. Ég held, ég sé nokkuð vissum að Kensi átói banni, en eins og það sama á sem með held samt að stólunni vinni, bara ég vilji þennan sigur á þessu liði meira heldur en hinnir. Já. Okay. Er þetta spurning um að vilja þetta meira? Í þessum leik, já. Okay. Já, þetta verður berjast. Þetta verður bara, frábær lið. En ég er upp á Skaga, er það ekki gildra eða? Það er svona, ég er smá smegu á hann, af því að ég hafa verið mjög góður heima. En Borsi er bara ekkert eðlilega sigur með þetta ömulega írlið, sko. Já. Já. Mér finnst þetta matchast bara þannig upp að þetta verður 50-50 leikur, sko. Það er það. Stóru kallarnir hjá Skaganum einhvern veginn miklu betri en Teigurinn hjá IR, sko. Mér langar bara að hafa hann að leik með. Stóri kallinn, hvað heitir hann? Sumsum. Já. Hann, þú veist, þarf ekki að hafa varnar áhyggjur fyrir utan þryggjastega af stóru kallunum í IR. En svo hann lendir stundum í, sko. Já. Og Mér langar bara óslega að hafa hann að leik með. svo er bara Jacob Falko að fara að lenda á Nikolic. Nú segi ég gott. Nei, hvað heitir hann þurr? Dokovic. Dokovic vegnum. Ég þakka fyrir mig í dag, þetta komment. Hann hefur séð þetta allt saman á þess. Já, ég Herri, bless Steinar. Þú maður kveðið, ég var í beinni. Við erum beinni útsendingu hér á FM. Já, hér á FM. Já, svo við höldum áfram að ræða Dokovic. Match-upið mútið Falko, þá á hann ekki breyk. Falko var ógeðslega góður á mútið Grindavík, fannst mér. Og er drullu góður, ég held að... Besti einn og einn leikmaður deildarinnar? Khalil Jabbar, fyrir mér. Á hálfum velli? Já. Ok. Bara hann hittir úr öllum erfiðum skotum, finnst mér. Já, ok. Kane er svo sem... Er ekki Jacob Falko bara, þurfið ekki bara að sækja hann út á nes? Hann væri perfekt. Þú veist, hann kann alveg að senda hann líka, sko. Já, hann væri fullkominn. En Steinar minn, þú bara í beinni útsendingu verður að geta bara opnað þessa hurð sjálfur. Nei. Þú tekur úr lás og svona liftir honum og dregur það. Já. Svona er flottur strákur. Já. Herru, hann vinnur hjá slökkviliðinu. Já. Pray for those sem hann reynir að vá, sækja maður. og bjarga. Já. Getur ekki opnað hurð? Ekki brenna eitthvað. Guðanabænum. En ég er smá ekki að Dimitrios er komin í kælinn hjá Borsi núna, eða var í kælinum í sensta leik.
og hann að hitta illa fyrir utan, þetta verður Ég er bara að segja þér að eftir að IR þetta verður redemption. töpuðu í Þorlákshöfn ég ætla ekki að treysta þeim á útivelli. Í Breiðholti þeir geta unnið alla og þeir klára lélegu liðin. Já. Á útivelli á móti lélegum liðum þá eiga þeir þá er það 50-50 leikir og geta alveg unnið á fattaru Já. en á móti góðum liðum skítapa útivelli. Já. Það er bara mitt trend á IR. Ég samanlega, ég er smá hræddur við þetta en hérna, Snert ekki. já. Er einhver leikur sem við höfum eftir að ræða sem er? Eða erum við búin að fara yfir alla leikinn sem eru framöndan? Ég held það. Við erum búin að taka held ég alla nema Ármann Já. hérna, Njarðvík. Já. Njarðvík Ármann, réttar. Mínus 23. Já, ég skoða það sko. En svo fór ég að skoða leikinn í Ármann og þeir tapingin alltaf með 25. Samt alveg smá stígandi það líka þó að þeir brotna miklu seinna sko. Þeir hitta svívirðilega vel í fyrirámandi stjórnunni. Ég bara veit ekki hvort þið sjáu það aftur. Og svo hugsaði ég bara, þú veist, verði ekki Milka og Húli og bara drullu fínir um þetta Ármann eða, þú veist. Móti Dolesæ og Lagio. Já. Jú, og náttúrulega mikið svona, þú veist, mikið gæða munur á bakvörðum liðana. Bara í stærð og bara getu og styrk. Já, klálega og ég held að hérna... En Ármann náttúrulega rústuðu þeim í Prísison, þannig að það er kannski... Já, það gleymist. Ég meina... Það átti Dibaji Walker stórleik, kannski verður hérna ef hann fær einhvern mann atvinnuleyfi. Já, hann verður ekki kominn held ég, sko. Það verður ekki kominn á morgun, ok. En mér fannst samt í síðasta leik, þegar Ármann bara svona voru í svona fuck it mode, sko. Já. Kanalausir, Stjarnan, Daniel Love og bara allir einhvern veginn. Það voru ekki trættir, sko. Nei, þeir bara óðu á þetta fyrsta tempói. Já. Þú veist, þeir gæti alveg hent í eitthvað svipa, sko. Já. Það er bara spurning hvað þeir haldi út, sko. Nei, ég held þeir haldi ekki út. Ég held þeir haldi ekki út og ég held þeir tapa. Já, þeir tapi, sko. En þú veist, ég held að þurfa ekki endilega að vera með 23 pluss, fattar þau? Já, ég samanlega, ég var alveg að horfa í það og hérna... Og svo líka með Mario out, þá eru Njarðvík komnir í, sko, þú veist, það er komin svo mikið rotation, sko, að það verða oft bara line-ups uppi sem að þeir þurfa ekkert eitthvað, þeir geta þjappa kannski svolítið á Dwayne Lothier og farið onni í kanan og dobla Milka og þú ert með bekkinn hjá Njarðvík inn á. Já, ég geta fleygt alls konar í, hérna, láti, hérna, Snjólf skjóta og Brynjar og eitthvað. Já. Þannig að, já, þeir eru bara fucking lélegir í vörn, sko. Já. Eru þeir 77. maður, Snjólfur og Brynjar? Já. Og svo hver er áttur? Nei, býtu, þeir eru, hver er 70 aftur? Það er hérna... Cotton var þarna, hann er ekki lengur. Já, hann er ekki lengur. Húli og þá bara komin í byrjunlið. Já, þetta er, hvað, Húli og Milka? Þeir Veigar, 4 útlendingar og svo bara þeir. Já. Tjöfull vantar þeim. Já. Vá, þetta er þund. Það er alveg klárt mál. Ég held bara að liðin eftir áramót, þetta verður allt öðruvísi. Valur verður búin að skipta út, Njarðvík, þú veist, einhver lið bæta við. Já, en það sem að Njarðvík geta samt ekki gert, ekki nema að þeir bara sæna einhverja gaur úr fyrstu deild, sko. Eða einhverja sem eru ósáttir hjá liðunum sínum í úrvalsdeild. Já. Þeir geta ekki bætt við breidd. Breiddin þeirra er bara svona. Nei, breiddin er bara svona, því að útlendingafjöldin verður ennþá sami. Já. En, þú veist, já, þetta er alveg brekka. Þetta var hræðilegt. Sko, að missa Mario fyrir Njarðvík, þú veist, ég myndi arguably bara mikilvægasti leikmaður þeirra. Já. Þú veist. Já, því hann er Íslendingur sem sagt. Já. Það er bara högg, sko. Það er það. Það er svona unreplaceable. Já, í rauninni, sko. Að því hann er Íslendingur, þú veist. Þannig að, já, ég myndi alveg horfa í það líka. Já. Eftir að fara yfir minn. Þar sem að... Tökum þá síðasta seðilinn. Gunnar Bjartur að drífa sig svo í afmælis dinner. Já, einmitt. Hérna, sko, þú ert með Tindastól sigur, svo ertu með KR sigur. Já, hérna... Skemmtilega svona óvænt, öðruvísi. Já, ég er nokkuð viss að KR vinni. Ég er ekki sammála því að, hérna, sko, við vorum bara lélegir náttúrulega á móti Valur svo hefur komið fram. Mér fannst Valur ekkert stórkostlegir heldur, sko. Bara Kári var ógeðslega góður í seinni hálfleik og bara í allar leikinn.
og Búkar svo sem líka, en ég held að KR geti ollið Val allskins vandræðum sko. Með Linnards líka það, ég horfði það að Linnards, hann verður með á morgun, ég er bara með það staðfest. Linnards og Vlatko saman í fyrra voru svona mjög flottir. Voru bara öflugir sko, Vlatko er í standi, það sást bara á móti Njarðvík og ég held að KR hreppi bara hennar sigur. Já. Þú veist, heimavelli, það er annað að spila á móti KR á heimavelli. En það er bara spurning sko með KR, það sem að situr í mér er bikarúrslitaleikurinn í fyrra. Já. Þeir eru lenda á þessari valsvörð sem að svona er þú veist, kannita fattar það er ekkert verið að finna upp hjólið. Nei. Og svona Tóti og fleiri sem að svona vilja mikið sækja á fyrsta tempói Já. þeir eru lenda í þessum hæga valsbolta og þurfa að finna upp hjólið aftur og aftur halfkort. Já, ég held... Manstu eftir bikarúrslitaleikurinn í fyrra, hann var búinn í hálfleik. Ég mætti á hann sko, Já. því miður. Ég held samt sko að sviðið hafi verið aðeins svo stórt eins og Fannar Halldór sagði eins og því. Fyrir hvern þá? Káringa, mér fannst þetta bara litlir í sér. En þú veist fyrir hvern, þetta eru bara atvinnumenn í körfubolta og mér Þórir finnst það hefur bara- nú spilað úrslitaleiki Já, mér finnst bara margir litlir í sér í liðinu í þeim leik. Ég held að þetta verði ekki þannig leikur, mér finnst líka bara ekki sami svona fýrfaktor yfir Val og eins og var þá sko. Nei, Þeir voru með Tævo og Badmur sko. það er náttúrulega bara pottit ekki núna sko. Nei, þannig að já, ég held að KR vinna hennar leik Þú og ertu með bara 195 já, yfir 195 Njarðvík Ármann. Njarðvík er að skora held ég cirka 105 stig í leik. Þeir mun skora svona 110 á Ármann og Ármann getur alveg skora eins og sýnt á bara Stjörnunni. Og Ármann vilja vera í up and down. Já, þeir eru ekkert að fara að spila uppstiltan sóknarleik sko. Nei. Sáum það alveg á móti Stjörnunni og bara öllu liðum sem þeir eru að spila á móti. Já. Þannig að, já, Mér finnst það ekkert eitthvað galið en þetta er helviti hátt, 195 sko. þetta er hátt en Þú veist, þeir geta líka verið með Njarðvík, þú veist, þetta getur líka endað 105-90 sko. Og tapar með hálfu. Já, ég held að Njarðvík muni, þetta eru bæði upp og niður lið finnst mér. End-to-end stuff. Þetta er end-to-end stuff eins og við segjum sko. Svo við segjum í boltanum. Í boltanum, já, alvöru boltanum. En já, þannig að Njarðvík 195-5, Tindastóll vinnur Grindavík. Já. Og hvað var vinnur Val? Hefði ekki bara Grindavík sko ef ég sett mig hefði þeir ekki bara gott af því að Jú, þeir þurfa að lenda í mótlæti og eru kannski að gera það einhver leiti núna með Keini banni og fá Tindastóll í andlitið að því sögðu þá Grindavík með fullið líta ekkit eðlilega vel út. Ég geði þeim það, þú veist. 100%. Það er Mortensen er bara örugglega, hann er í góðu standi, það sést bara. Óli Óla er í frábæru standi líka. Þó meiddur. Já, reyndar. Sembúl er að skila, Khalil er bara alltaf ef góður, finnst mér. Nema í play-off svo mútið Álftanes. Já, það var líka svona, já, ákveðið. Sviðið of stórt. Já, nei, ég held að... Er hann samt ekki smá regular season kanni, ef þú pælir í því? Jó, hann er svona með Basíl heilkenni, svona smá, en ef við sáum það með Njarðvík, en þá voru ljósin gjörsanlega á honum. Kane pikkar alveg upp slakan eða Sembúl eða Það verður alveg gaman að sjá Khalil á móti Tindastól að verða, þú veist, bara svona læti og þeir vilja svona high tempo sérstaklega í vörn, stólarnir og svona. Hvernig hann, sko, hvað hann gerir á móti því án Kane. Já, það verður Það væri náttúrulega veruleikinn hans bara, ég meina það er engin annar Amerikani með evrópskt vegabréf sem er þetta stórt ígildi liði sínu, úst, ekkert annar liði væri en í þessum heimi. Mögulega með Svein Lottir í fyrra samt kannski, ég veit það ekki. Samt ekki sko. Nei, þetta verður mjög fróðlegt, en please, Jóhann ekki mæti viðtal og segja fucking Khalil, akkur tók hann svona mörg skot, hann á ekki að gera það. Í þessum leik finnst mér Khalil eiga 25 skot. Allavega. Ég bara veit ekki Tindastóll hetsa
Það er erfiðara að ná upp 3 stiga skoti þannig. Hann er alveg takmarkaður að einhverju leyti, hann er ekkert eitthvað stórkostlegur að fara hringinn, sko. Basíl og Sigtryggur eru að fara að setja boltapressu á hann. Já. Svo er hedgað á hann. Ég bara kalla hann góðan ef hann nær upp 25 skotum, sko. Já, en ég held að... Sérstaklega ef Kane er át, þá er Tindastóll alveg bara svona að láta alla aðra fyrir utan hann og Mortens að skjóta, sko. Já, þeir þurfa líka leik, sko ef Grindavík ætlar að sjans þeir þurfa náttúrulega leik þá Arnór verður að stíga hans upp, hann er ekki búinn að droppa smá, en hann er líka í þannig liði að það er svo mörg vopn að hann mun ekkert eitthvað, þetta snýst ekkert hann alltaf, sko. Nei, það er svona eðlilegt að hann taki eitthvað dropp, og viðbúið, en hérna í þessum leik mun hann spila meira, mun jafnvel þurfa að spila nökkva eitthvað, sko, en Tindastóll, sko að því sögðu þá vinnur fram Tindastóll og Tævo virðist vera komin í hörku form. Hann bara tók Þorlákshöfn og vann á. Þannig að þetta er svona það sem maður tekur út af þessu en hérna. Ég er spenntur að sjá Mortens og Sempúl sem eru búin að eiga smá svona hafa haft það helviti þægilegt. Þetta er í fyrsta sinn sem þetta er Badmus, Ívan og Drungilas og bara svona mér finnst þetta að vera test á þá. Þetta er ekkert eitthvað, Grindavík tapar þessum leik og að þið tapar það er ekkert endir alveg svo skiptir einhver máli. En ef að Sempúl og Mortensen eru bara eitthvað í bölvuðu basli með stórkallinni á Tindastól, að þá bara undirstrykkum við það að þeir eru ekkert að fara að vinna þá í seríu. Já, það er alveg, þetta er alveg spennandi upp á það að gera. Sempúl og Mortensen, ég held að Sempúl geta alveg díla ágætlega við sko Drungilas. Ég held ég geti lent í brasi með Ívan, sko. Ég meina, Jordan Sempúl hefur samt bara verið í liðum sem að komast ekki í play-offs eða hversu marga svona stórleiki hefur hann eitthvað spilað sem skipta máli. Hann fór einu sinni í gegnum Haukaseríu á móti mér, þar sem að vantaði Norbert að skíka sig alla seríuna. Þannig að hann var að spila á móti Breka Gylfa. Og svo hérna, ég meina KR komst ekki í play-offs með hann bara var rekinn þar. IR-liðinu var hann ekki að komast í play-offs. Þorlákshöfn seinna árið komst hann ekki í play-offs. Mjög oft verið í þrótti, hann var í KR falliðinu. Já, sem þegar hann var losaður yfir Rákan. Já, Rákan. Ég er bara að meina að Sempúl hefur ekkert eitthvað oft á móti stórum liðunum verið að taka sigra í gegnum tíðina á Íslandi, sko. Nei, alls ekki. Hann hefur bara meira verið í liðum sem tapa fleiri leikjum en vinna. Já, það er rétt. Og ég held að Sempúl og Mortensen gætu lent að því að Ívan elskar að fara á blokkina og tjakka þið niður, sko. Og búin að vera geggja alltaf bara í Evrópuleikjunum og hvað sem hann að spila á móti alveg svona alvöru lurkum, sko. Þú veist, Sempúl er bara jafnstór og þú veist ég, sko. Hann að svona 2-0-3. En hérna, ég held að Mortensen líði ekkert eitthvað alltof vel í ómiklum kontakt á blokkinu, sko. Mortensen er svona góður á móti Badmus, svona stendur alltaf á honum og tekur hann á kassan. En ég er bara mjög spenntur að sjá þetta. Ég hef svona talað með inn á það að þó að DeAndre Kane sé í banni, að þá sé ég alveg spenntur fyrir þessum leik. Ég var nefnilega komin í fílu yfir þessu, sko. Já, mátt alveg vera það, sko. Þú ert ekki að vera í fílu. Bara rétt áðan, mannstu. Já, ég manni því, sko. Ég er tilfinning að vera, ég rokka upp og niður í sama þætti. Já, einmitt. Já, maður hefur tekið eftir því, en hérna... En já, ég sammála því. Bara að því að þeir eru með, þú veist, Kane, þó að hann dett út, þá ertu samt með Sempúl, Mortensen, ef Óli er með og Khalil. Það er ekki léleg fyrir. Nei, ég segi það ekki. Bara allir mjög góðir, en bara svona þetta er stærsta, erfiðasta, stórukallatestið í deildinni. En það þarf að búa til fyrir alla líka, þú veist. Sempúl getur svona eitthvað smá tekið með það, já, einmitt. Þú sást þegar þeir spila á móti KR, sko. Það var svona hálf óþægilegt, sko. Það vildi einhvern veginn enginn vera með boltarn og það vissulega vantaði Khalil, en þú veist, ég samt segja, hann er enginn bara Andon Averett að deila boltarnum. Ok, tökum okkur hérna smá pásu og jöfnum okkur á þessu kommenti eins og Djokovic. Herðu, síðasta spurningin mín að þú ferð út að borða. Þú situr á það undir Myntkaup Arena skiltinu. Já. Ert svona í kringum peningamenn dagstaglega. Já, klálega. Erum við buying the dip? Já, heldur betur. Ég var bara, þegar maður er að læra eins og ég er í prófum, þá fer maður oft dettur í svona ákveðna svona hólur. Já. Og ég fór inn á Myntkaup í gær og hérna,
ég var aðeins að rýna í Bitcoin og ég er heldur betur að fara að koma dífuna þar. Hvað, í hverju er Bitcoin núna? 90.000. 90.000. Og hérna, já, Vá. mér líst helvíti vel á það. Ég man þegar þetta fór upp fyrir sko 40.000 eða eitthvað og ég seldi helmingin af því sem ég átti sko. Og mér fannst ég vera doing Já, great Já. business og svo fór þetta upp fyrir 100.000 já. 3 mánuðin senna. Já, það þýðir Kannski nefnilega ætti maður aðeins að buy the dip núna. Finnst þetta að tala um að 90.000 sé dip? Já, Er þetta ekki að fara að lækka miklu meira? þetta er mest búið að leggja ári í 74.000. Hvað segja gárungarnir? Gárungarnir segja að kaupa núna. Segja peningamennir alltaf eins og það? Sko, peningamennir alltaf þessi, Þeir fjárfesta í fysikal, raunverulegu. þeir eru ekki í rafmyntum. Nei. Þeir eru bara gamli skólinn. Þeir vilja bara beinharða ávöxtun. Já, á 17 árum kannski í steypu. Já. En við viljum hraðar. Við erum svona aðeins ávættisagnari. Ég sá að El Salvador keypti fyrir $100 milljónir. Það er geðsnefnill fyrir Bitcoin. Það ætla ég bara að kaupa líka. Já, fyrir svipað upp að það. Í íslenskum krónum. Nei, 100 milljón krónum. Nei, já, alls ekki. Heyrðu, erum við þá ekki bara góðir? Jú. Hvað ætlar að fá þér á kól? Er það gamli skólinn? Það er gamli skólinn. Það er steik. Látum það vera að loka orðin íslenskt nautakjöt. Já, takk. Já, takk, segir Gunnar Bjartur og hérna, já. Góð fyrir kvöld, það er 50 dagur, leikur kvöld, bye. You tried to front, hope ya. You ain't real, hope ya. Yo, I'm the N, the A to the S-I-R. And if I wasn't, I must have been Escobar. You know the kid got his chip too fixed. Hair parted with a barber's preciseness. Brave-hearted for life is return of the golden child. Son of a blue.